Þá skulum við líta á kafla 1.3 í inngangi að STM. Hér 1.3 smá spjallum þríhyrninga og skulum láta sem svo að 3 línur L1 fyrir lína 1, L2 fyrir línu 2 og L3 fyrir línu 3 það séu gefnar. Við skulum það bara rissa eitthvað upp. Kannski er þetta lína 1 og lína 2 sem kannski svona. Lína 2 og lína 3 sem hér. Og við skulum segja frá því hvernig við lýsum þessum í táknmáli. Og það eru þannig sem eru þannig, skulum þannig að lína 1 er ekki samsíða línu 2 og lína 2 er ekki samsíða línu 3 og lína 3 er ekki samsíða línu 1. Ef að þetta gildir, það eru sem sagt þannig að engar tvær þær eru samsíða. Þá skerast þær 2 og 2. Þá skerast línurnar. Þá séu 2 og 2. Og svo hefur við táknmál fyrir skurðinn sem segja lína 2 og lína 3 veltum þær og þær skerast hér og segjum að þessu og þær skerast í punkti og við höfum táknmál fyrir það og skulum segja að A sé punkturinn sem fáist þegar við skoðum skurði línu 2 og 3 og þetta er táknmál fyrir skurð lína 3 og lína 2 gefa okkur punktinn A og síðan lína 2 og lína 1 eltum þær með augunum lína 2, lína 1 það er hérna, við kalla hann bara B stafrófsröð við erum að notum 3 strik til þess að segja bara hvað þið heita skurðpunktarnir og það er þá lína 2 og lína 1 B er skurðpunktur línu 2 og línu 1 og þá er bara þessi eftir þar sem að lína 3 sker línu 1 kallum hann C og það er þá lína 1 sker línu 3 svona, þá er þetta táknmálið. Nú þetta gefur okkur þá þríhyrning svona með hornpunkta ABC og skulum bara færa inn á punktunum líka lína 1, lína 2 þar sem það er skárst það hér B og þessi C þó svo að við ætlum ekkert að æfa okkur í að reikna aðeins setja á táknmál þá getur kannski verið ágætt að sjá fyrir hvað þetta stendur. Skulum bara gefa okkur 3 línur og sjá hvernig reikningar fara fram eða höfum æfingar úr þessu síðar. Skulum segja að lína 1 lýsum henni svona og hún hefur upsilonhnit sem að ákvarðast af skulum segja hallatalan sé 10 svo sker hún svo kallar í á sín línu 7. Byrjum bara þessu og kannski þá bara ágætt að skoða það er eitt forrit sem heitir GeoGebra eða líka ókeypis á netinu og hérna skrifum maður þá bara upp þessa formúla upsilon er 10x og svo færum við hann niður og svo við hallan undir hefði 10 upp og förum með hann niður 7 einingar svona, þannig er hún komin og við skulum segja að næsta lína sé upsilon það er jafnt og svona láta hann hafa minni halla 3 skref upp ætlaði að segja fyrir hvert 1 til hægri og lyftum henni aðeins upp svona drögum aðeins inn svo þetta sjást betur þannig fáum við alltaf skurðpunkt og svo þriðja línan skulum hafa hana upsilon er förum fyrir hvert 1 skref til hægri skulum fara 1 niður svona förum með hana færum hana 2 einingar niður svona þetta hérna forrit GeoGebra setjum það hér GeoGebra Classic 5 það er ekki að fletta upp á netinu og hala því niður
Síðan getum við fengið að sjá að ég nota, hér eru svona ýmsir möguleikar sýndir. Hér getum við fundið skurðpunkta og ég smelli nú á línu 1 og línu 3. Þá fæ ég punktinn A. Allt í lagi, ég ætlaði að láta punktinn A vera með þess að gerðum áðan, eða áætlunin að það vera skurðpunkta línu 2 og línu 3. Þá getur ágætt að merkja hjá sér, svo maður gæti öll síður, hvað línurnar eiga að heita. Þessi hérna lína átt að heita L1 og þessi hérna átt að heita L2 og þessi hérna átt að heita L3 og nú sé ég betur hvernig ég á að finna skurðpunktana eða hvað ég á að setja. Það lína 2, sjáum hérna, byrjum bara á punktinum A, hann var skurðpunktur línu 3 og línu 2. Ég ætla að smetla á línu 3 og línu 2 með skurðtólinu. Þá smetla ég á línu 2 og línu 3. Og þá sé ég hérna að A er punktur sem hefur hnit mínus 0,75 og mínus 1,25. Og hún nálgar þetta. Og svo getum við náttúrulega bara haldið áfram. Sjá hérna að punktur B að ná að vera skurðpunktur línu 2 og línu 1. Og þá smelli ég á, fyrst þarf ég að smetla á þetta vel, þetta tól, bara undirbúin að því. Þá smelli ég á línu 2 og línu 1. Þetta veit ekki máli hvað við gera þetta. Og svo má ég færa þetta aðeins til, færa, draga svona og svo að loka þessi punktur þarna. Hann er sem sagt punkturinn C og það er lína 1 og lína 3 og forritið GeoGebra gerir þetta í stafrófsröð, það er ágætt. Þannig að nú ætla ég að skera línu 3 við línu 1 og þá fæ ég ótvíraðan punkt og hann á þetta C og hér sé ég hnit hans. Það getur verið ágætt að sjá svo sem og enn áttu tekið fram þó við höfum ekki af einhverjum búin svo núna, þá koma það síðan meir. Hvernig við til dæmis reiknum þetta út. Það sem að ég skrifaði þarna lína inn á GeoGebra var að lína 2. Og þannig að maður reiknar upsilon hnit sérhvers punkts á línu út frá formúlunni. Alla tala um að 3, sem sagt 1 til hægri 3 upp, þetta er rauninni 1 til hægri 10. Ég vil ekki að skrifa það, deila með einum breytir engu. Þetta er bara túlkunin. 3x og við lyftum þeirra línum 1 og lína 3. Þá var hallatalan, fyrir hvert 1 skref til hægri fórum við 1 niður og svona skrifa við slíknitin. Og svo ýttu við henni aðeins niður. Og nú skulum við segja að við viljum finna eða reikna út, finna með útreikningum. Punktinn sem C, það er sem sagt það sem að lína 1 sker línu 3. Það er satt svona punkt. Við vitum reyndar svarið. Við eigum að fá þetta út 0,45 mínus 2,45. Það sem við gerum þá er að stilla þessum tveimur línum upp, setjum tvípunkt delta til að segja hvað við ætlum að gera. Það sem lína 1 sker línu 3 og vel. Þá setjum við formúlurnar lína 1 upsilon er 10x mínus 7 og 3 er upsilon og mínus x mínus 2. Ég ætla að finna punktinn C, það er lína 1, lína 3. Góðum aðeins hvað erum við að gera, við erum með 2 jöfnur, við erum með 2 óþekktar stærðir, þar á mikið, þannig að við viljum enda með eina jöfnu og eina óþekkta stærð, þá finnum við eitthvað ótvírætt. Og við getum notað það sem kallað eyðingaraðferð, eyðum upsiloninu úr þessum tveimur jöfnum eða þessu jöfnuneppi sem það var einnig kallað og segjum bara að við drögum neðri línuna frá
þeirri efri lið víst, bara að segja drögum lið sem ávið lið úr hinni saman. Upsilon mínus upsilon skulum við bara segja hérna, það er þægilegt, það gefur 0, hérna er merkið, og svo skulum við segja 10 mínus 1, það er 11, x og svo mínus 7 mínus 2, það er þá mínus 5. En þá sjáum við að 11x er 5. Það gefur okkur að x er 5, 11. Þá vitum við að x-hnit punktsins C er 5/11. Og til þess að finna í-hnit punktsins C þá setjum við bara x-hnitið inn í aðra hórajöfnuna. Það skiptir ekki máli hóra vegna þess að það er sama í-hnitið. Línurnar fara í sömu hæð. Lína 1 og lína 3 þegar x er 5/11. Hérna er 5/11 einhvers staðar gefur þennan punkt. Skulum við að finna hann. Set x jafnt og 5/11 inn í línu L1 og fæ að upsilon, stundum setjum á svona merkingu að þetta skurðpunktar, er þá 10 sinnum 5/11 mínus 7. Ég þarf að gera samnefn, ég fæ 10 sinnum 5 og ég þarf að hafa 11 í nefnara hér, þannig ég lengi með 11 fæ 77/11. Skulum bara láta ég að gera 77, hérna hafði ég 5 og 11 hér, svo setjum við þetta bara í strik, fáum hvað 50 mínus 77 á móti 11 og þetta verða mínus 27 á móti 11. Svona. Og ef við viljum gefa þetta sem tugabrót eins og er í GeoGebru, þá þurfum við að breyta almenna brotinu í tugabrót. Þá skulum við bara gera með það. Þess að punkturinn sem við erum að finna út þetta C, hann er nákvæmlega 5/11, mínus 27/11 og svo getum við nálgað hér og gefið svar í tugabrótum. Hvað er 5/11 í tugabrótum? Þá þurfum við að nota deilireikniritið sem við lærðum í barnaskóla. Þá rifjum við þetta bara upp. Hvað ganga 11 oft upp í 5? Og hér sjáum við aldrei. Hér er henni 5,0. Punkturinn eldir. Hvað ganga 11 oft upp í 50? 4 sinnum 11 eru 44. Drögum frá. Og hérna fáum við 6 og hvað ganga, það getur svo sem bætt við 0 hér, hvað ganga 11 út upp í 60, 5 sinnum 11 eru 55, þannig við fáum 5 og svo drögum við frá og fáum það 5, hvað ganga 11 út upp í, við verðum að spyrja 50, þá fáum við 84 og 4 sinnum 11 eru 44, fáum afgang eða leif, til með 6 og spyrjum hvað ganga 11 upp í 60, við sjáum það kom í kerfi, 5, 4, við sjáum að þetta endur tekur 60, 60 og svo fram við 60. Við gátum við rauninni séð það strax hérna, hérna gekk 11 upp í 5 og svo 11 upp í 5, þá hlýtur allt það sem gerist hér og eftir að gerast aftur. Þannig að þetta er alltaf 5, 4, 5, 4, 5, 4 og deilíking gengur ekki upp. En þetta skrifum við bara sem 0, það er ekki hér, 54 og þetta hérna er kallað lota. Ég skrifi þetta bara næsta. Ég er búinn út úr blaðinu, sem sagt 11 upp í 5 eða 5/11 er nákvæmlega 0,54 og þetta endur tekur sér alltaf. 2 tölustafir í lotu, lotan er 5, 4.
En við skulum bara nálga til þess að fá svipað svar og GeoGebra gefur og skrifum 0,54. Nálgar að 2 aukastöðum. En verðum ekki líka að reikna þetta hérna út og það er þá bara gert með nákvæmlega sem aðferð. Sjáum hérna er mínustala en við setjum bara mínusuna á eftir og við reiknum bara hvað gengur 11 oft upp í 27. Það er ekki einn ófyrir okkur að reikna hvað gengur 11 oft upp í 5. Svo við aðtugum sem sagt að 27 11 eru 2 heilir pluss 5 11 og þá vitum við hvað þetta er. Þetta er 2 heilir pluss 0,54 svona. Þá erum við að breyta almenna brotinu í 2 brot líka og þetta skrifast 2,54 yfir strik, þannig að við getum skrifað hér 2,54 og nú ættum við að sjá að þetta er nákvæmlega eins og GeoGebra gaf það. Og ég má ekki gleyma mínusnum, þegar þetta var niður hingað, svona. Þá er þessi dæmi það fyrir hvað táknmálið stendur. Nú, við erum þá búin að skoða þetta hér. Við höfum 3 línur, engar þær eru samsíðast, gerast þær á 2. Þá fáum við skörupunkta og við köllum þá A, B og C og þeir eru þá hornpunktar þríhyrnings. Og þessi strik hérna AB, AC, BC eru hliðar þríhyrnings ABC. Við táknum þríhyrning þannig. Svo sáum við þetta táknmál. Lína L1 sker línuna L2 í punktinum A og þetta táknar svona. Nú, svo er hér óformlegt táknmál eða orðfæri að við lítum alltaf þetta sem norður, þetta er austur og svo höfum við suður og vestur. Þannig getum við sagt að einhver leiti til í okkar punktar liggja. Hérna myndum við segja að B er svona í suðaustur af A. Þetta er það bara eins og við tölum saman dagsdaglega þegar við erum að átta okkur eða tala um áttir. Og C, hann liggur hérna norðaustan við A. Svo höfum við hér skilgreiningu, hæð í þríhyrningi. Það er strik og reyndar er notað sama orð fyrir lengd striksins sem að stendur hornrétt á hlið hans eða þvert á hlið hans og annar endapunktur hæðarinnar eða þessa striks er hornpunktur þríhyrningsins. Og við getum skoða þetta bara á mynd. Hérna höfum við þríhyrning og látum hann hafa hornpunkta A, B og C. A hér, B og C. Segjum við viljum til dæmis teikna hæð á strikið AB, þá verður það að fara upp í punktin C. Og þá er eðlilegt að fara með strikið frá C og nú gerum við þetta bara með augunum og setjum hæðina á strikið AB. En það eru 3 hliðar í því hílinum, þannig þetta er hægt á fleiri vegu. Hér er til dæmis hæð á strikið AC og svo getum við líka dregið hér úr hornpunktinum A og fengið hæð á strikið BC. Og það merkilega er að ef þetta er rétt gert þá skerast þessar línur, allar hæðalínurnar í einum punkti. Nú þetta hér er þetta dæmi hvassan þríhyrning. Þess að þríhyrningurinn hér, ABC, er hvass eða hvasshyrndur. Það er öll horn minni en 90 gráður. En við getum að við fengið þríhyrning þar sem eitt hornanna er stærra en 90 gráður, kannski eitthvað svona. Og getum skýrt líka aftur A, B, C, hornpunktana. Ef við draugum hérna hæð á strikið BC eða lítum á strikið BC sem grunnlínu og þá er þetta hæð. Þá er það ekkert erfitt. En ef við höfum að draga hæð á þennan þríhyrning, við segja, ef við kenna betur hvað þetta er,
Þetta er þríhyrningur sem að er gleiður. Það því eitt hornana er stærri en 90 gráður. Og þá þegar við höfum gleiðan þríhyrning þá þurfum við að framlengja. Segja að þetta sé framlenging á strikinu BA. Hæðin kemur þá hérna. Hér fáum við rétt horn. Og eins ef við ætlum að draga hæð á strikið AC. Hérna þá þurfum við að framlengja. Og þá kemur hæðin úr hornmyndunum C hingað. Og þessar hæðir svo sem hafa nöfn líka. Við getum sagt að þetta hér er hæðin á BC og þetta hér er hæðin á AB og þessi hérna er hæðin á AC og sama gildir hér að þetta hérna strik, þetta er þá hæðin á, hún heitir bara hæðin BC. Nú fáum við dálítið merkilega reglu sem að gera okkur kleift að reikna út flatarmál þríhyrninga. En fyrst skulum við fá skilgreiningu. Þetta er nú sagt fyrst hér, skulum svo skýra þetta út. Flatarmál þríhyrnings er sagt fram óformlega. Flatarmál þríhyrnings er grunnlína sinnum hæð deilt með 2. Og svo hefur við hérna táknmál. Ef við ætlum að tákna flatarmál þríhyrnings með hornpunkt ABC, þá getum við skrifað þríhyrningun ABC og þetta táknar þá flatarmál í þessu tilviki. Nú eða bara svona, 2 samsíða strik utan táknið þríhyrningur. Nú við skrifum líka bara F fyrir flatarmálið og stundum fáum við úr ensku eða dönsku aria eða arialet. Svo er hér þessi regla, þríhyrningur með hornpunkt ABC, grunnlínu AB og hæð HC og HC. Þá er þetta hugsað eins og að hæðin er dregin og hornpunktinu C. En það er þá sama og að fara á strikið og við vöndum okkur AB eða á þessa grunnlínu þríhyrningsins. Og þetta verður þá formúlan. Við getum aðeins hort á þessa mynd hér í sýnidæmi 1-2 til þess að rökstyðja formúluna. Við erum kannski bara á að skoða rétthyrning svona til hliðar sem hefur grunnlínu A og hæð B og þá er flatarmálið AB. Og skiptum honum akkurat í tvennt. Þá fáum við 2 þríhyrninga og flatarmál og þríhyrnings er náttúrulega helmingurinn á AB deilt með 2. Við getum líka í skektan, kannski notum bara þessa sömu mynd, skekt. Rétthyrningin og fengið samsíðung sem kallað er og við segjum að flatarmál þessa samsíðungs að við framlengjum efri línuna samsíða línunni að flatarmál samsíðungsins er líka gefið með formúlu A sinnum B í þetta. Þetta flatarmál er nákvæmlega stórt þessu. Til lagi við getum þá reikna flatarmál þessa hérna rétthyrnings, það er 2 sinnum 3 og helmingurinn er þá flatarmál þessa þríhyrnings sem er 2 sinnum 3 deilt með 2 eða 3. Og flatarmál þessa hérna þríhyrnings, við getum séð að það er sama og flatarmál réttindaþríhyrningsins vegna þess að við getum fellt hæð héðan úr punktinum A í einhvern punkt E og við þurfum ekki að vita hvað hann er, við þurfum bara að vita að þetta hér er hæð áður en á fjólubláa þríhyrning. Því að ef við skoðum flatarmál þessa hérna fjólubláa þríhyrnings, þessa rétthyrnda, þá er það reiknað sem helmingurinn af flatarmáli rétthyrningsins hérna með þetta strik hér, EB, sem línu, og svo höfum við það réttindaþríhyrningsins er helmingurinn af þessum rétthyrningi, EB sinnum BA og nákvæmlega sama hátt.
höfum við annan réttinda þríhyrning hér og flatarmál hans helmingur af flatarmáli rétthyrningsins OE sinnum EC. Og við leggjum þá aðeins þessa tvo rétthyrninga saman til þess að fá allan rétthyrningin og þá fylgir að flatarmál þríhyrningsins OBC helmingun af flatarmáli þessa upprunalega rétthyrnings. Það það sem er skrifað hér. Við getum svo sem valið bara einhvern punkt á strikinu á milli A og C, sem bara hér. Hann verður að vera á strikinu, þess að framlengjum þetta strik samsíða grunnlínunni og þá hefur þessi hérna þríhyrningur líka flatarmáli 3. Svo segjum við hér eðlilega má líta á sérhverja hlið þríhyrnings sem grunnlínu. Svo við gerðum hérna grunnlína sinnum hæð. Þetta hér er grunnlína sinnum hæð. Við bara setjum tvistinn hingað í staðinn fyrir að deila með tveimur allstaðar og þetta er náttúrulega það sem við erum að leggja út af. Hér höfum við grunnlína sinnum hæð, það er sama og hér er grunnlínan sinnum hæðin AC, HAC og svo er þetta líka grunnlína sinnum hæð sem gefur okkur fyrirgefið hér AB sinnum HAB. Þetta jafngilda formúlu til þess að reikna flatarmál þríhyrningsins. Setja svona fram formúlu og kannski þetta lega á tvistinn hérna. Margfalda í gegnum hverja stærð með tveimur. Og nákvæmlega sem að hátt hér þá reiknum við hæðirnar. Svo við gerðum áðan, en til að skaut ég bara inn framlengdi hæðirnar til þess að sjá að ef að þríhyrningurinn er greiður þá þurfum við að framlengja til þess að sjá að þær skerast allar í einum punkti. En við myndum ekki að nota framlenginguna, við ætlum að reikna flatarmáli í þessu tilviki. Þessi stærð er gefin og þessi stærð þá er bara margfaldað þær tvær saman og deila með tveimur til þess að reikna út flatarmál þessa þríhyrnings. Það er kannski náttúrulegast og horfa einhvern veginn á BC sem grunnlínu hér og hér er hæðin. Og við fáum þá þessa hérna ágætu jöfnu sem við notum síða með til þess að rökstyðja svokallaða sínusreglu. Þetta er allt sömu tölurnar ef A, B og C eru hornpunktar þríhyrnings. Grunnlína sinnum hæð, alltaf grunnlína sinnum hæð, grunnlína sinnum hæð og þetta er alltaf tvísa sinnum flatarmál þríhyrningsins. Við getum bara að skoða sýnidæmi. Hérna getur við ríksað okkur mynd til þess að hjálpa okkur. Það eru gefnar 3 stærðir, lengd grunnlínu AB, BC og síðan hæð dregin úr hornpunktinu C. Við vitum ekkert hvernig þetta liggur svo sem, þannig að við getum bara sett svona einhverja mynd sem hjálpar okkur að sjá þetta. Segjum bara A, B, C hér, kannski C hérna. Svo ef við málsetjum, gerum við stundum svona og þetta vera 2. Það er ekki alveg réttum hlutföllum hjá mér. Þetta er BC er 4 og HC þá er draga hæð úr punktinum C á strikið AB eða hliðina AB. Kemur hérna og hún á að vera 3. Sem sagt hæðin dregin úr hornpunktinu C er jú hæðin sem er dregin á hliðina AB eða framlengingu hennar ef þetta væri nú í alvöru gleiður þríhyrningur. Hér er spurt, hvað er þetta hér? Þetta er hæð dregin úr hornpunktinum A á hliðina CB. Og þá verður að gilda að tvísa sinnum 3 sem eru 6 er sama og 4 sinnum HA. 4 sinnum HA á að vera 6 og 4 sinnum eitthvað 6 þá er þetta eitthvað 6 fjórðu og 6 fjórðu 3 aðrir. Þá skulum við skoða undir grein 131 hallatala og halli mældur í gráðum. Hér er svona kom okkur í gang, farið 1 skrif til hægri og síðan háskrif lóðrétt upp
eða niður, þá er þetta kallað hallatala. Út frá því viljum við geta fundið einhverja leið eða fá einhverja leið til þess að reikna horn sem ákvarðast á hallanum. Það er þetta að gefa til dæmis halla á brekku upp í gráðum, það er þetta að gefa hallatöluna og stundum er þetta að gefa í prósentum, hérna bara einhver brekka og svo stendur kannski 30% halli sem náttúrulega ekki sama og 30 gráðu halli, en þetta er svona alltaf möguleiki að setja fullyrðingar fram á fleiri en einn veg og við skulum bara byrja á því að skoða þetta hér og gefa okkur autt blað. Nú skal ég bara byrja á því að segja frá því hvernig fornegyptar hugsuðu árið. Þeir höfðu 360 daga í árinu. Því að 360 er þægileg tala, það eru margar tölur sem ganga upp í 360. Sem sagt að auðvelt að skipta því upp í mánuði. 12 gengur upp í 360. Í þeim skilningi ef þá hefst ári hér í 0 gráðum. Veit ekki hvort ég sé mjög mikið ósatt ef að stofn orðsins gráður. Grís eru dagar og segjum að 0 gráður svari til 360 gráða. Þetta ára sami dagurinn þarna en það er ára milli þeirra. Og svo höfum við hér 90 daga, 180 daga, hálft ár og svo 270. En í reikningum í nútímanum þá getum við ekki sett daga inn í formúlur til þess að fá bara sem eru einingarlausar stærðir. Og þá þarf að finna einhverja aðra leið til að meta, til dæmis, segjum að þetta sé halli 1, segjum bara þetta sé talan 1. Þetta er stöðlum einingarnar einhvern veginn þannig að þessi gráðubogi eða sólúr eða hvað nú er sem við horfum á þarna, að það sé 1 hérna frá miðju gráðubogans og þetta er þá einhver hæð. Og við viljum að þetta hlutfall h á móti 1, þetta getur auðvitað verið hvernig sem er, því að h á móti 1 er sama og 2h á móti 2 sem er sama 3h á móti 3 eða bara r sinnum h á móti r, en þannig má bara r ekki vera 0, að þetta er bara lóðrétt færsla móti láréttri færslu. Þá er skilgreint að við viljum nú þetta heiti þeta, segjum bara í gráðum, að þá á þetta hér að vera rauntala tilsvarandi lengd. Hann er bara þeta, hann er það ekki mæld í gráðum. Svo í framhaldinu skrifum við ekkert endilega þeta mæld í gráðum, heldur bara skrifum við þeta og segjum frá því hvort við boga lengd eða gráðutal. Ef við viljum nú vita hvað þetta hérna er til dæmis langt, þá getum við alltaf mælt gráðutalið með gráðuboga. Og þá þurfum við hlutfallajöfnu. Hvernig hlýtur þetta að vera? Nú við vitum að, segjum bara fjöldi daga af heilu ári, ætti þá að vera eins og þessi lengd á móti ummáli einingarhengsins. Það er bara 2π. Og ef við vitum nú til dæmis að þeta er gefin, þá getum við reiknað út við einangrastærðina þetu. Þannig að þetta er rauntala, margföldum í gegnum þessu jöfnum sem sjáum þarna fyrir ofan með yfir píum og þeta á móti 360. Og til dæmis ef að við höfum að við erum eitt skrif til hægri og eitt skrif upp, þá er það hallin 1, þá vitum við að gráðutalið er 45 dagar eða 45 gráður og segjum bara að hallatalan er 1, þá vitum við að gráðutalið er 45 gráður. En hvað er þetta hérna þá langt? Spyr maður. Þá getum við mitt að reikna það út og við segjum þá að litla dæmi okkar að þetan sem er boga eining eða boga lengdareining, einnig kölluð radíanar, en hún er einingarlaus stærð. Hún er þá 2π sinnum 45 gráður á móti 360 gráðum og einingarnar eða dagarnir, gráðurnar styttast út. Þannig að þetta verða 2 fyrir á móti 360, þannig eins og π á móti 180 og það sem 4 sinnum 45 er 180, þá fáum við að þetta er π fjórðu. En þá vitum við nákvæmlega hvað þetta hér er langt. Ef þetta er 1, þá er þetta 0,78, eða sem sagt 1/4 af π. Kannski átti bara að fá þessa 2 og byrjum á þessari π
fjórðu 0,7854. Fínt. Þar með höfum við þá niðurstöðu. Þessi hérna mynd á að tákna það þetta sem ég voru að segja. Við erum búin að stilla af gráðubáðan þannig að þannig að við lengdin 1 og þannig er þetta kallað x í staðan fyrir þetu. Svo er hérna lítið sýn í dæmi 30 gráðum, hvað er það í bogaeiningum. Þessi hérna jafna sjáðu því það er kannski að því það er tvistur hér í þessu, tvistum 180 eru 360, þá er stundum skrifið frekar svona. Að segja x í gráðum á móti 180 gráðum er x á móti pi. Svo vinnum við kannski frekar út frá henni. 30 gráður, hvað það marga bogaeiningar og við stillum. Svo við jöfnum upp. 30 á móti 180 er 170. Eins og 1 á móti 6. Og svo deilum við þá bara 6 upp í pi og fáum hérna 0,5236. Nú öfugt ef að bogaeiningarnar eru gefnar og viljum fá gráðurnar þá er þetta alveg á sama hátt. Nú notum við þessa hérna eða bara einangrunstærðina sem við viljum fá úr þessari hér. Pi sjöttu bogaeiningum eða radíunum eins og oft er sagt í flestu tungumálum er það 30 gráður. Svo skulum við aðeins skoða þetta ágæta fall arkartangans af hallatölu. Arkartangans af hallatölu, það er mikið að segja þetta nokkuð sinnum til þess að festa þetta kokinu, að það er horn og við getum stilt náttúrulega vélina á hvort heldur sem deg eða rad þegar við erum að reikna. Ef þetta er nú kannski x til hægri og þetta er eitthvað y upp, þverstæð mælingar, þá myndum við vilja vita tangens af horni er hallatala. Og hér er hallatalan y á móti x lóðrétt færsla á móti láréttri. Síðan til þess að sækja þetu þá er smíðað fallið sem að örk þýðir bogi. Í mörgum bókum er þetta að skrifa svona. Þá tan, og svo er þetta hér, að þáttu þetta sé andhverfa. Hér er ég að skrifa náttúrulega hallatöluna. Nú eða það er skrifað invers tan. Við sjáum þetta á reiknivélunum. Og það sem við notum er stóra A, ark, tan. Og það gefur þá hornið. Þannig að arkartangens er bogi. Það boga lengt og nákvæmlega boga lengt. Við skulum til dæmis, ég sóða þetta svo litið út. Hér er þessi stærð. Hér er hringur sem þetta hér á að vera miðja hringsins. Þá er þessi stærð hér sem rauntala, það er bogi og einingarhring. Ef x er stærra heldur en 1, getum við að segja bara x sé svona 1,5 eitthvað svoleiðis. Þá er þetta kannski, svona eitthvað. Þá höfum við hér lengdina 1 og nákvæmlega þetta hérna. Þessi lengd er þeta. Þetta getur verið þeta í gráðum. Og við getum þá nota gráðubogann og síðan sambandi sem við fengum þarna fyrir ofan. Þeta í gráðum móti 180 gráðum er eins og þeta í bogaeiningum á móti pi. En við höfum líka reiknivélina til þess að ljúka þessu fyrir okkur. Búum okkur bara til lítið dæmi. Séum nú til dæmis að við höfum í alvörunni mælt hallan og við ferum x til hægri og y upp. Eitthvað einfalt, segjum að við förum mæling á hallatölu. Við skrifum þetta bara. Við förum x jafnt og segjum bara 3 skref til hægri eða lárétt og jafnt og segjum bara sama upp. Þá er hallatalan 3 deilt með 3 sem er 1. Og þá
búist náttúrulega við því að fá út 45 gráður horn ef við notum arkartangfallið. Þannig að þetta er hér arctan af h, sína formúluna, og síðan arctan af 1. Í MATLAB eru a, t-a-n, d notað fyrir gráður en atan fyrir radiana eða bógaeiningar. Skulum bara reikna þetta. Sækjum okkur blað. Svona. Segjum bara að hallinn sé 1. Þá er hornið, ef að sé gráðum, a, t, n, d af h. Og reikna þetta fyrir okkur. Hún skrifa 45. Horn í bogalengdareiningum, skrifa svona rad, er atan af 1. Eða π4. Svo náttúrulega ef að hallinn er meiri, ef við förum, fyrir hvert 1 skref til hægri, förum við 2 upp. Hvað fáum við þá? Og þannig segja bara hornið gráðum, það er gott að sjá það fyrir sér, er atant af þessu nýja hái, 63,40. Síðan er til þessi ágæta formúla sem gefur hornið og við höfum eftir að leiða hana út síðar, en nú skulum við skoða hvernig þetta gengur fyrir sig. Við höfum hér mjög þægilega framsetning á því að lýsa horni ef hallatalan er gefin. Það er hallatalan, svo setjum við hallatalan í 3. veldi, 5. veldi, 7. veldi, 9. veldi, 11. veldi og það er auðvelt að muna þetta. H í 3 deilt með 3, það er mínus, pluss H í 5 móti 5, mínus H í 7 móti 7, pluss H í 9 móti 9, mínus H í 11 móti 11 og svo koma plussar og mínusar til skiptis. Þetta er víxlröð. Þannig að ef við höfum nú ekki, segjum vasareikni við höndina og viljum svona slumpa á horn, og getum við nota þessa formúlu. Ef að tala er sem bara dæmi þar sem við notum þessa formúlu, segjum bara hálfur, þá getum við reiknað hornið, ef við tökum ekki marga liði þá getum við slumpað á, og það er hallatalan mínus H í 3 á móti 3 pluss H í 5 á móti 5 mínus, það segjum bara þetta sé nóg, prófa hana þess, og þá fáum við hálfur og svo mínus hálfur í 3, hálfur sinnum hálfur er 1/8. Við fáum 1/8 á móti 3 og hálfur sinnum það verður þá 1 á móti 32, 1 á móti 32 deilt með 5. Og svo, kannski getum við að þetta eitthvað aðeins til, við erum með mínus hálfur, 6 og 8 er 24 og 5 sinnum 32 eru 150, 160, ekki. Svona, og þetta gefur okkur bara raun tölu. Og þetta kannski bara fyrir augunum og við hlið. Svona. Að við reiknum bara út í hálfur. Auðvitað getum við gert þetta í höndunum, þetta er bara að leggja saman brot, en við skulum líka bara 1 á móti 160. Þá fáum við skulum segja bara horn.
Það gefur hún niðurstöðuna. Aðeins svo var. Aðeins að laga þetta til. Hérna ætti þetta sjást 0,4646 og ef við viljum nú fá þetta í gráðum, þá skulum við bara segja ans síðasta svar og þá margföldum við með 180 og deilum með pi. 26 gráður, það sé svona einhvern veginn skynsamlegt. 26,6 gráður. Við getum svona athuga hvað þetta er góð nálgun ef við myndum nota formúluna. Kannski ég gera þetta bara aftur. Og núna í reiknivél, ef að hallatalan er hálfur og horn er þá, já, h, nú get ég bara gert þetta svona, h í þriðja deilt með 3 pluss h í fimmta deilt með 5 og nú fær hérna 0,4646 fíndir. Þetta er auðvitað nálgun en ef við notum að segjum bara þeta, það er hornið. Við notum ATAND í, eða skulum nota D, skulum fá bóleitareiningar af hálfum, sem er þá H. Þetta var með formúlunni þar sem við tókum bara 3 fyrstu liðina, 0,4646, hérna fáum við með að nota arkartangans fallið 0,4636, já, við erum með 2 fyrstu aukastafina alveg eins. Við skulum þá halda aðeins áfram með þetta. Hér sjáum við 0,4646 en ef við notum innbyggða fallið í MATLAB þá fáum við 0,4636. Þetta er meira og þá segir formúlan ef við tökum bara 3 fyrstu liðina þá fáum við mikið. Þá segir 4. liðurinn taktu frá þessa stærð hér vegna þess að þú fengið það mikið og þá munum við fá eitthvað sem er aðeins svo lítið. Þá segir næsti liður bættu þá þessu við og þá munum við fá aðeins svo mikið og svo næsti segir já, þú ert komin með aðeins svo mikið úr þessum hérna 5 liðum, þannig þú átt að taka af og svona segir starffræðin okkur að við séum alltaf að bæta örlitlu við og taka örlítið frá í hverju skrefi og smátt nálgunst við alltaf rétta gildið til því sem við tökum fleiri liði hér inn í þessa svokölluðu veldarröð. Gerum þá þetta, við fengum aðeins svo mikið, við skulum þá taka samkvæmt reglunni, hún er óaðþægileg. 8 tölur, þetta er h í fyrsta, h í þriðja, h í fimmta og þá segjum við h í sjöunda, við maður taka h í sjöunda frá og deila með 7. Og skulum sjá hvernig þetta horn ætti að verða minni tala en 0,4636 og renn 6. Við fáum 0,4635, fórum aðeins undir réttagildi. Kannski gaman að hafa format long, þá sjáum við fleiri aukastafi. Og við skulum þá, já við fengum aðeins svo lítið hérna, þannig að við skulum þá bæta við jákvæðri tölu á í 9. og það er deilt með 9. Hér á við að fá aðeins svo mikið. Þetta er 0,46368, þetta er 0,46364. Við fengum aðeins svo mikið og svona getum við haldið áfram þessi þetta til eilífðar. Núna sá í 11. veldi deilt með 11 og við fáum núna vanmat á réttagildinu. Við erum þess að það tölur saman. Við getum ekki alltaf skoða líka bara hvað er stærri, horn eða þeta. Þetta er bara mismun. Og ef að mismunurinn er plústala þá er horn stærra, ef að mismunurinn er mínustala þá er horn minna. Og hérna vorum við að taka frá síðast þannig að við fáum að mismunurinn sem er líka kallað skekkja, við skulum bara kalla það þá skekkju. Og strangt til tekið er
skekkja alltaf réttgildi mínus nálgunargildi. Við skulum bara hafa það. Og nú þýðir skekkjan réttagildi mínus nálgunargildið að útkomi plústala. Það þýðir að réttagildið er stærra heldur en nálgunargildið. Og ef við bænutum kannski bara einu lið við n og segjum þá h í 13. veldi deilt með 13, þá erum við komið með að réttagildið mínus nálgunargildið er plústala og hérna sjáum við að þetta er stærðargráð 10/5. Þannig að þetta er góð nálgun. Við getum treyst 5 aukastöfum. 1, 2, 3, 4, 5. Hérna 4. 1, 2, 3, 4, 5. Skekkjan fellur á 5. aukastaf. Það er það sem þetta þýðir. Skulum bara láta þetta þá duga nema að við getum sem sagt reiknað út horn en aðeins því miður ef að hallatalan er á bilinu frá -1 upp í 1. -1 er minna eða jafnt og hallatalan sem má ekki vera stærri heldur en 1. Annars virkar þetta ekki. Og ástæðan fyrir því að veldin hér, þetta er h í 3, við hugsaum til dæmis h sem 2, þá er h í 3 orðið 2 × 2 × 2 sem er 8. H í 5 verður 32 og h í 7 verður 128 og þetta verður 512. Þannig að liðirnir sem við erum að bæta við, þau verða smátt og smátt gríðarlega stórir. Skulum sjá bara hvað við fáum ef við setjum til dæmis h jafnt og 2 inn. Þá fáum við að rétta hornið er 1,1 bogalengdareining. Formúlan núna þessi hér og gefur okkur þetta hérna þýðir 100 eða 10 í öðruveldi. Þetta er -700 sem er þvæla og skekkjan er hér 773. Þetta hérna er 773. Þannig að það er ekki gott. H jafnt og 1 gefur okkur svona sæmilega niðurstöðu. Skekkjan er að stærðargráðinni 10⁻1 eða 0,1. Ef að hallatalan er -1, þess að deililægri 1 niður, þá fáum við líka skekkju af stærðargráðinni 10⁻1. Stuttasagan er svo að þessi formúla er mjög góð ef að hallatalan er minni en hálfur. Hálfur eða minna, en ef að hallatalan fyrir að nálgast 1 eða -1, einhver tala sem er líka hér á milli að nálgast 1 eða -1, þá er formúlan ekki eins góð, við þurfum að taka fleiri liði. Þetta er þá svona kynning á því sem við viljum ráða við, hversu góðar eru formúlunar og fyrir hvaða gildi verka þær. Og þegar við tala um formúlur þá erum við að tala um svona það sem við kallum veldaraðir eða stundum margliður. Síðar meir viljum við þá reyna að lagfæra þessa annars ágættu formúlu, við höfum hann í grunninn, þannig að hún gefa okkur niðurstöðu fyrir allar hallatölur. Það er sú formúla eða þannig formúlu sem eru innbyggðar í reiknivélarnar. Þetta er sem sagt formúlan sem við vorum að nota og hér er svona sagt frá því að tölugildið af h má ekki fara fyrir 1. Þetta þýðir alveg að sama og -1 er minni eða jafnt og h sem minni eða jafnt og 1. Og þá skulum við að lokum skoða, kannski ég segi svona frá því. Það sem við vorum að gera var bara að setja þetta fram eða skoða hvað þetta þýðir í vassareikni eða MATLAB. Kannski skoðað til dæmis dæmi 3. Hér segir notaðu innbyggt pi í reiknivélinni. Hér er gefin jafnbíla runa, það þýðir þá jafnbíla milli liða hér í þessari runu, það er alltaf 5 á milli. Og við höfum að smíða runu af tölum, þar sem að
bogaeiningarnar leysa þessa af hólmi. Og svo að svara spurningunni, er það líka fast bil á milli liða í bogaeiningarrauninni. Og nú skulum við leyfa okkur að, þetta býtur nú við 1, 3, 3, förum bara í MATLAB aftur. Og búum okkur til hérna svona hólf, þetta er 1, 3 æfingar og þetta er æfing 3 eða dæmi 3. Og hér er, nú skulum við spara okkur smá vinnu, þetta heitir x gráðum. Ætla að nota smá brellu sem við lærum í MATLAB að geta sett þetta er þá raunar sem byrjar í 5, það er 5 á milli og ég átti að fara upp í 100, spara heilmikla vinnu að ég hreinsi bara gluggann og geri þetta aftur. Þetta er sem sagt runurnar í gráðum. Það fer svolítið út fyrir, ég ætla að þá að slökkva á útskriftu, þetta láta hann að koma sem dálk. Það getur skrifað x grad aftur og gef hérna skipun sem kallum bylting, þá breytir hún svona línu í dálk. Sé ég þetta betur? Þannig að hér er þessi í gráðum, en nú er mjög einfalt að breyta þessu í runu bogaleinireiningum, hreinlega bara með því að margfalda með pi, deila með 180 og sinnum allar tölundar sem voru með. Og þá skulum við fá hvað er ég? Ég seti sinnummerki hér. Það var ekki rétt. Pi á móti 180 sinnum gráður. Og þá fæ ég þessa hérna runu. Svo er spurt að því er bil hér á milli allstaðar og þá getum við bara að prófa okkur áfram. Þessi mínus þessi, þessi mínus þessi, það er sami munur. Það er náttúrulega tölum við vinna að gera þetta í höndunum. Já, við skulum bara sjá hvernig við getum sótt einstaka liði í runinni. Þetta er fyrsti liður í þessari runu. Það er þessi hér. Og annar liðurinn væri hérna. Þannig við getum alltaf reiknað eitthvað svona fyrir alla liðina. Athuga hvort að þetta er fasti, ekki að slökkva bara á þessari útprentun hér. Sjá, við skoðum fyrsta mismunur 1, kalla það eitthvað svona kannski. Þannig að hvað væri mismunur 2? Þá myndum við skoða þriðji liður mínus annar liður, er það sama? Og við sjáum að það er. Og svo getum við haldið áfram. Við skoða þriðja mismunin. Ég meina 3 og þá fer þetta í og skoða fjórða liðinn í rununni og hérna þriðja liðinn í rununni. Þegar við lærum forlíkjur þá getum við látið hann að reikna þetta allt fyrir okkur. Látum hann að telja upp fjölda liða og draga liðin sem á undan fór frá að það kom ekki alltaf út svona þessi tala 0,087 og auðvitað verði það að passa. Það eina sem við gerðum var að minnka hvert lið í þessari hérna og slökka á þessum rétt á meðan. Það er að gera það hér. Svona, Ctrl R. Það var bara þessi sem við byrjuðum með. Við skulum þá segja þetta bara gott í bili.